Hvítleit skán sem fær að liggja á tönnunum veldur tannskemmdum. Ákveðnar tegundir baktería líma sig við tannyfirborðið og mynda skánina og því oftar sem sykur sé neytt, því hraðar myndast skánin. Fyrstu merki byrjandi tannskemmd hvítleitur mattur litur á glerungi undir skáninni. Leiti ráða hjá tannlækni því mögulegt að hefta útbreiðslu tannskemmda á þessu stigi með reglulegu tanneftirliti, betri tannhirðu, viðbótarflúor og hollu mataræði. Glerungur leysist frekar hægt upp, en þegar tannskemmdin komin í gegnum glerungin og yfir í tannbeinið, brotnar tönnin hratt niður. Þegar tannskemmdin nálgast kvikuna og bólgana sér á strik, myndast þrýstingur og tannpína. Börn með tannpínu þurfa að fara strax til tannlæknis. Sérstakar aðstæður hjá barni kalla á öflugri og sértækari tannvernd og foreldrar gegna nú enn mikilvægra hlutverki í tannverndinni. Börn í áhættuhópi sem hættir við tannskemmdum þurfa þétt tanneftirlit, flúormeðferð tannlæknis, öfluga tannhirðu heima ásamt flúortöflum, auk þess sem góð regla þarf að vera á mataræði og holla valið í fyrirrúmi. Mælt með að börn yngri en 6 ára fái eina flúortöflu, 0,25 mg á dag, ef þau taka lyf daglega vegna veikinda eða fötlunar, fá ofta borða eða drekka bæði á daginn og nóttunni, eru með byrjandi eða lengra komnar tannskemmdir sem erfitt að ráða við, eru með illa hirtar tennur og ef sjaldan farið með þau í tanneftirlit. Auk barnana sem þegar hafa verið nefnd þurfa börn 6 ára og eldri að skóla reglulega með flúorlaust eða fá flúortöflur ef þau eru að fá nýjar fullorðinstennur í munnin eða eru í tannréttingum, fá ofta borða milli mála og drekka mikið af gos og svaladrykkjum. Foreldrar, við erum með tannheilsu barnana í okkar höndum.